Síðasti fyrirlesarinn Snæbjörn Ingi Ingólfsson og hann ætlar að tala umhverfisfótspor starfsmanna. Ég heiti Snæbjörn og ætla að tala umhverfisfótspor starfsmanna og í rauninni hvaða orka að fara í rauninni starfsemina hjá hverjum einum starfsmanni, bæði aðeins út frá útstöðinni, kemur örlítið inn á það sem Anton talaði og svo fleiri þætti eins og ferðalög og fleira þurfa allir að vinna heima hjá sér, nei á skrifstofunni getur unnið heima hjá okkur, eigum að fara í allar þessar vinnuferðir sem menn að fara í, getum við farið einhverjar aðrar leiðir og aðeins sem við þá líka bara vinnuaðstöðu starfsmanna. Og eins og við sjáum hérna að það var að hlaðast hérna upp búnaður sem svona meðalbúnaður sem í gangi hjá notendum í dag. Þetta samanstendur af tölvu og jafnvel fleiri en einni. Þetta eru fartölvur, alveg skjáir og prentarar og símtæki, headset og farsímar. Og ég taldi saman bara hjá mér að ég með 10 tæki á mínu borði sem öll tengd í rafmagn. Og þau nota mismikið, því að oft á tíðum jafnvel bara hleðslutæki sem eru alltaf í sambandi, að það er svo þægilegt að setja síman bara í staðinn fyrir að finna hleðslutæki, setja það í samband og setja svo síman í. Þannig að þessi búnaður að taka talsvert rafmagn, því að þó þú sett ekki með tengdan búnað í hleðslutæki, þá það samt að eyða rafmagn á meðan. Það eitthvað lítið en enga síður. Margt smátt gerir eitt stórt. Og á borðinu mínu ég með eina fartölu í dokku og hún eiginlega alltaf í gangi hjá mér. Nánast alltaf. Og það verið þá 12 klukkutímar cirka heima þar sem hún mallar yfir nóttina. Ég með 2 LCD-skjái og svo ég með símtæki og headset og ég með 2 headset að því ég að prófa nýja samskiptalaust þar sem ég að nota á móti softphone í símanum. Svo ég með lampan og ég með hleðslutækin fyrir farsímann og svo ég með hátalara. Og veitu, út frá þessu og það sem við erum að tala þá ég kannski umhverfissóði eða eitthvað slíkt, því að þó að þetta sé ekki alltaf að taka þessa rafmagnsresursa eins og verið að tala kannski einhverju leyti, að þá kostar náttúrulega að framleiða öll þessi tæki. Og ég þarf þau kannski ekki öll. Get ég ekki sleppt símtækinu og nota eingöngu softphone. Og get ég valið með einhvern hentur í búnað til þess að nota sem notar minni raforku eða fleira. Get ég valið með tæki sem að nota öll sama hleðslutæki. Þannig að ég með 1 hleðslutæki fyrir fleiri item. Þetta svona spurning sem svolítið gaman að velta upp varðandi þetta, því að þetta bara vinnuaðstaðan mín hér. Ég með eitthvað heima líka. Skjái, aðra dokku og fleiri þætti. Og ef við horfum svo á annan hlut sem ég ætla að koma þessi inn á, að ég bý upp á Ártúnsholti og ég gerir ráð fyrir því að ég keyri svona 20 daga á mánuði, 11 mánuði á ári hingað í vinnuna. Og þetta eru cirka 12 km á dag og þetta bara til og frá vinnu. Þetta eru 2640 km á ári og ég á bíl sem talin eða svona 2 lítrum á 100-ið og meðan við samkvæmt útreikninga sem ég fekk á kolvið.is að þá var þetta 0,7 tonn af koltvísýringsútblæstri á ári. Ef ég bara svona meðal starfsmaður í Nýherja og þá ég við Nýherja fyrir utan dótturfélögin, þar sem við erum með 270, að þá var þetta 190 tonn af koltvísýringi á ári sem að starfsmenn Nýherja væri að eyða í bara akstur til og frá vinnu með þessa tölur. Ég veit ekki hvort að ég sé meðal, en þetta bara svona smá pæling. Ef það sett stefna að allir starfsmenn myndu sleppa einkabílnum 2 daga í viku og koma annaðhvort nýta sér almenningssamgöngur, hjóla, labba eða bara vinna heima, þá færi þessi tala niður í 108 tonn. Og þetta svolítið bara gaman að sjá, því að þetta bara hægt að reikna einfaldlega út og getur hver sem farið inn á kolvið.is og reiknað út þessar þætti fyrir sína starfsemi. Það búið að tala svolítið orku og rafmagn og fleira, en þetta snýst ekki endilega bara peninga. Af því að eins og fyrir okkur rafmagn kostar lítið á Íslandi miðað við annars staðar, en það alltaf að hækka, það sama hér og annars staðar. Og eins og Helgi sagði,
við þurfum ekkert endilega að sóa rafmagni þó það kosti lítið. En það sem núna farið að tala töluvert mikið þessi samfélagslega ábyrgð og það farið að hvetja fyrirtæki og jafnvel bara skikka fyrirtæki til að setja upp stefnu samfélagslega ábyrgð í sínum fyrirtækjum og þá umhverfið einmitt einn af þáttunum sem að fyrirtæki eru hvött til að skoða varðandi þessa samfélagslega ábyrgð. Hvernig ætla þau að koma umhverfin að í þessari samfélagslega ábyrgð sem þau ætla að vera með. Það með þess að komið staðall þessa samfélagslega ábyrgð, Ísólstaðall, 26.000 og þar umhverfismál einn þátturinn. Og þetta er hlutur sem svo einfalt í rauninni að bara setja stefnu. Það er að setja samgöngustefnu og það er að nota þá upplýsingatæknina eins og samskiptalausnir sem þú getur sett upp og sýndavæðingarlausnir og fleira sem getur hvatt starfsfólk til þess að vinna heiman frá sér. Ég man ekki, við heyrðum tölum daginn, hvort það var 70% af starfsmönnum IBM ekki með aðstöðu á skrifstofum IBM. Þeir vinna bara einhvers staðar. Já, ok, takk. En þetta ekki svona hérna, því að hér vinna langflestir bara á skrifstofunni og keyra til og frá vinnu. En ef við ætlum að fara og hugsa þessa grænu upplýsingatækni, hvernig ætlum við að móta okkur stefnu varðandi grænu upplýsingatækni í fyrirtækjunum, þá snýst þetta það hvernig ætlum við að haga og framleiða og byggja upp og nota tækin okkar, tölvurnar og nettölvuna og prenttalana til þess að minnka þessa orkunotkun, lækka kolefnisfótsporið og minnka umhverfisáhrifin. Og þá snýst þetta það að hugsa lengra heldur en bara setja búnaðinn upp sem við ætlum að hafa, heldur bara byggja upp umhverfi og hafa þetta í huga til framtíðar. Því að það er bara tækifærið nú í rauninni að byrja og koma við þessum hugmyndum á. Þetta er einhver tími sem tekur að fasa út kannski þau kerfi sem við erum í dag og koma annarri högun á. Og þá einmitt þessi ráðstöfun að það er þessi hlutir eins og við sáum á fréttatilkynningum daginn frá grænni framtíð einmitt að þeir voru að gera samning við Arion banka urðun og endurnýtingu á öllum þeirra úreltu tölvubúnaði. Orkunotkun sem í upplýsingatækni á skrifstofunni að þarna sjáum við að bara tölvur og skjáir að eyða 40%. Helgi talaði 2% áðan sem upplýsingatækni að eyða kolefnislosun í upplýsingatækni 40% af þessum 2% eru tölvurnar og skjáirnir sem við erum að nota. Prentararnir eru 6%. Þannig að næsti helmingurinn snýr að notendabúnaðinum sem að starfsfólk að nota þessi kolefnislosun. Og þarna þessi 2% sem Helgi segir og 40% og það talið að í svona jafnaði þá eyði hver vinnustoð í notkun að þá sé hún með útblástur í koltvísýringi upp á 1 tonn. Stórt gagnaver upp á 9.300 fermetra, það eyðir 30 megavöttum eða þarf 30 megavött af orku. Og í dag um 1 milljarður tölva í notkun heim allan, eða það byrja 1 tölva á hverja 6 íbúa. Menn að spá því að árið 2020 þá verður þetta komið upp í 4 milljarða tölva. Og við getum bara ímyndað okkur þá hvert þessar tölur stefna ef menn breyti ekki hugsunarhátt. Og það náttúrulega hvað leiðir þetta að fara varðandi þessa grænu upplýsingatækni. Og það þá þessi sýndavæðing útstöðva og fari þá svona zero klienta sem að eyða minna rafmagni heldur en bortölvur eða fartölvur. Og það að setja og marka sér þessi fótspor í upplýsingatækninni. Að það að mæla til dæmis notkun búnaðar og setja sér áætlanir og markmið hvernig við getum lækkað þessa þætti. Og til þess þurfum við að hafa þessar mælingar og til þess að geta fengið vísbendingar þessa notkun og sett markmiðin. Með því að fækka prenturum og breyta prentumhverfinu eins og Anton kom inn á. Og í dag konar lausnir, góðar lausnir varðandi orkusparnað á útstöðum og skjám. Þannig að með tólum eins og System Center frá Microsoft, Landesk og fleiri tólum þá getum við búið til staðlaða mynd í rauninni fyrir hverja útstöð og skjá. Þannig eftir einhvern ákveðin tíma þá fyrir henni í sleep mode, eftir annað tímabil þá fyrir henni í hibernation, hún slekkur á skjánum, hún slekkur á hörðudiskunum, slekkur á
jaðarbúnaði sem ekki að nota. Þannig að það er hægt að ná niður þessari orkunotkun á útstöðunum með miðlægum tólum þar sem að notendurinn hefur þá ekki vald sjálfur til þess að breyta þessu. Af því að þetta er bara gert miðlægt. Og einmitt að þá er að fara í þessa vistvænu ráðstöfun að það er að finna þessar leiðir hvernig ætlum við að endurnýta og endurnýja og jafnvel lengja líftíma þessa búnaðar sem við erum að nota. Og svo er þá spurningin líka með fjarfundi og fjarskiptaáætlanir. Hvernig erum við? Erum við með syngjarfi? Erum við að gefa starfsfólki okkar mögulegt að vinna heiman frá þannig að það sé alltaf tengt? Erum við reiðubúin að taka fjarfundi og sleppa ferðalögunum? Við höfum bara eitt gott dæmi hérna að það var verkfræðistofa sem var að sækja verkefni í Noregi og þeir fengu lánaða aðstöðu hérna hjá okkur fyrir fjarfundabúnað og í staðinn fyrir að senda 4 menn út í 2 daga til Noregs, þetta var klukkutíma fundur. Þá komu þeir hérna, sátu klukkutíma hérna og þeir lönduðu verkefninu. Og fyrsta sem þeir gerðu á eftir það var, við ætlum að fá eitt svona stykja búnaði. Af því að þeir sáu bara, þarna var bara þvílíkur sparnaður, því bara ferðakostnaðurinn við þetta var næstum helmingurinn af verði búnaðarins sem þeir þurftu að nota. Þannig að það er hægt að fara þessa leiðir, það er hægt að innleiða flottar og fínar lausnir sem að geta sparað talsvert miklar upphæðir í svona hlutum. Og eitt dæmi sem ég kem þá kannski aðeins inn á eftir eins og bara með flugið. Flug til Skandinavíu að einn starfsmaður eða farþegi fram og tilbaka til Skandinavíu, hann hafði svona 0,4 tonn af koltvísýringi per ferð fram og tilbaka. Og ég er með smá gröf hérna sem sýnir í rauninni notkun eða hvernig rafmagnið er í tölvunum. Það er bara þegar tölva stendur og ekki með skjá og screensaverinn er í gangi, þá er hún nánast í fullri virkni. Og þó hún fari í standby, að þá fer orkunotkunin bara niður í rétt 70 vött. En eftir að móti, ef hún fer niður í full hibernation, að þá fer hún niður í rétt 5%, eða 5 vött segi ég. Þannig að það er bara virkilega akkur í því að setja þetta á þessar stillingar inn í þessum kerfum til þess að lækka þessu orkunotkun og hvetja starfsfólk til þess að slökkva búnaðinum þegar það er ekki að nota. Og sjáum við bara munin svo hérna. Við vorum í tæpum 100 bara fyrir tölvuna. Ef við erum með túbuskjáði sem ég gerir nú ráð fyrir að fæsti sig að nota í dag, að þá erum við næstu í tvöfald. Tvöfald notkun bara með 1 túbuskjá. Og við fyrir næstu í 300 og með 2 túbuskjáði. Og með þess að svo LCD-skjálinn að þá er þetta 125, 130 vött sem að tölvan notar með skjánum. Og það sem ég er að segja, screensaverinn, hann er ekkert endilega einhver svona lifesaver og varðar þessa orkusparnað eða standby. Hibernation, það bara skiptir miklu meira máli. Og þá er einmitt varðandi þessa grænu upplýsingatækni á skrifstofunni, fartölur nota minna rafmagn en boltölur, en svo eru þá sýruútstöðvarnar, eins og Anton var með áðan, þær nota miklu minna rafmagn heldur en fartölurnar. Og þá er þetta að nota þessar orkusparnaðarstillingar og skjákvílan, hún er bara óþörf. Bara ef þú ert ekki við tölvuna, farðu frekar í standbæði. Af því tölvan er enga stund að fara upp þó hún sé í standbæði. Og meðan við þetta, að þá eru vinnustöðvar og skjáir með 1/3 af orkunotkun í upplýsingatækni. Og stór hluti af þessu er af því að 60% vinnustöða eru skildar eftir í gangi í lok dags. Af hverju? En þá er þetta spurningin að koma bara og fá starfsfólk með að nota standbæstillingar ef við gerum það ekki sjálf með einhversum miðlægu tólum. Og því að það er alltaf hægt að vekja búna hratt. Það er engin svar. Það er svo bara þægilegt að slá bara en lykilorð. Tölvurnar í dag eru enga stund að ræsa sig upp úr standby og það er mjög fljótt að líkast fara að stað upp úr hibernation. Með þessum miðlægu umsýslutólum þá erum við að stýra þessari orkunotkun útstöða miðlægt og við getum stýrt birtustýlingum á skjám og við getum slökkt á skjákvílum
við getum slökkt á hörðudiskum, við getum slökkt á þessum búnaði sem þarf ekki rafmagn þegar tölvan er ekki í notkun. Og með Windows 7 þá komu vel útfærð orkusparnaðarplön sem vinna einmitt vel með þessum umsýslutólum og með þessum búnaði í dag er mjög einfalt að kontrolla þessa hluti til þess að lækka hana rafmagnskostnað. Og með því að hvetja fólk jafnvel þá til að fara að nota heimaskrifstofu, þá er þetta svolítið hugarfarsbreyting hjá fyrirtækju líka að starfsmenn þurfi ekki alltaf að vera í húsi. Að því með þessum samskiptatólum í dag þá sjáum við hvort starfsmæðurinn er við eða ekki af því að þá er farið að birta þessar presensupplýsingar eða viðveru upplýsingar bara ef þú ert tengdur. Og þá getum við minnkað útblástur í umferðinni. Þið sáu hérna áðan, þetta voru 80 tonn á ári bara sem Nýherji myndi geta gert. Og þá þurfti fyrirtækin að breyta sinni samskiptastefnu, jafnvel að innleiða ný samskiptatól, fara inn í IP-símkerfi eða önnur kerfi, spjallkerfi og þess háttar. Það er minni þörf að vera á staðnum í dag heldur en var, út af þessum tólum, því að við erum að sjá þessan presens og við erum að sjá viðveru starfsmanna. Og það er alltaf útstöð starfsmannsins, þannig að hann getur yfirtekið tölvuna sína heiman frá sér eða hvað sem er, og ég tala nú ekki að við förum í sýndarvæðingu að þá skiptir engu máli hvað tölvu viðkomandi starfsmaður notar, því hann fær bara sinn desktop í gegnum browser eða með einhverjum litlum client á hvaða tölvu sem er. Þannig að menn er ekki lengur í háðir sínum búnaði eins og hefur verið í gegnum tíðina. Eins og ég segi, starfsmaðurinn er alltaf jafn sýnilegur með þessum tólum og tækjum. Svo aðeins ferðalögin að, eins og ég sagði áðan hérna bara með flugið til Skandinavíu, að þurfum við alltaf að vera að fara þessa vinnuferðir. Að það er margir sem er að fara til Danmörkur, Noregs, Bandaríkjanna, Bretlands fyrir einn fund sem tekur kannski 2 tíma. Það þarf ekkert endilega, því að það er hægt í dag með þessum fjarfundum og myndfundum og búnaðurinn er orðinn það öflugur að upplifunin er ekkert, hún er aldrei alveg eins, en það munar ekkert svo miklu þegar þú ert að hitta kannski 1 mann eða 2 menn. Það er frekar að velja úr hvað skiptir máli, hvað er mikilvægt að fara og það er ekki verið að tala það að hætta öllum ferðalögum, heldur velja frekar úr og minnka þessi ferðalög sem kostur er. Og þá getum við byggt upp þessar fjarfundi og þessar myndfundi því að þeir eru bara mjög sniðugir. Og svo snýst þetta svolítið líka að virka starfsfólki og fá það eins með og gera það eins meðvitað umhverfið. Og bara þetta skrifstofu umhverfi sem við erum í. Eins og ég sjálfur, ég tek alltaf tölvuna með mér heim, en ég slekk aldrei á þessum 2 LCD-skjám sem ég er með. Af því það er svo auðvelt að setja tölvuna bara í dokkuna þegar ég mæti og kveikja og þá kemur allt upp. Það þarf ekki að kveikja skjánum líka. En þetta er óþarft. Virkjum þess að tökum notkun sýndarvæðingarlausninnar af því að þá erum við að fækka þessum búnaði sem er með tól sem er að snúast og þarf rafmagn. Við getum lengt líftíma búnaði með þessum sýndarvæðingarlausnum. Við getum mögulega að fækka þessum tækjum sem við erum að nota af því við getum valið bara í rauninni þau tæki sem hver og einn þarf. Í sumum fyrirtækjum er það þannig að starfsmenn eru með 2 og jafnvel 3 útstöðvar, en hann þarf kannski ekki nema 1. Með því að hvetja starfsfólk til að vinna heima má gera talsvert mikið því að upplýsingatæknin styður núna algjörlega við það að gera starfsfólk óháð vinnuaðstöðinni. Og svo hugsaum okkur tvisvar áður fyrir með vinnuferðina. Þarf ég akkurat að fara þessa ferð, get ég leyst þetta vandamál á einhvern annan hátt með fjarfundi eða myndfundi. Ég ætla að enda smá staðreyndu sem ég fann. Að bara í Englandi eru 70 milljón fermetrar af skrifstofuplási sem er lýst upp á óþörfu. Og þetta er jafn mikil orkunótkun sem fyrir þetta og 8.750 fótboltavelli. Að tölva sem er í gangi alla nóttina, hún er jafn miklu rafmagni og þarf til að elda 6 máltíðir í örbylgjuofni. Og ef við slökkvum á óþarfa búnaði, getur það sparað jafn mikla orku og þarf fyrir smábíl að keyra 56 km. Fleira var það ekki, eða eru einhverjar spurningar?
Ok.